Ég heiti Katrín en ég er alltaf kölluð Öskubuska. Pabbi er nýgiftur einhverju kettlingu sem á 2 dætur sem heita María og Sigrún. Þær fá að gera allt sem þær vilja, fara í tölvuna, eiga flotta síma og þurfa aldrei að vinna neitt. En ég þarf alltaf að taka úr uppþvottavélina og fæ aldrei að fara í tölvuna og má aldrei skemmta mér. Þær fá alltaf ný föt á laugardögum en ég fæ alltaf gömlu pilsin hennar Stjúpu. En einn daginn, þegar ég var að klára verkin hennar Stjúpu, sagði að enginn væri heima, svo ég fór og stælst inn á laglega Facebookið mitt sem að Rán, besta vinkona mín, hafði búið til fyrir mig. Það var bara allir í grúppu þar sem sonur borgarstjórans var að halda partí. Hann er sjúklega heitur og flestum stelpunum í skólanum langar að vera með honum. Mér langaði að mæta svo ég ýtti á accept-takkann en ég vissi að enginn myndi leyfa mér að fara. Ég stælti símann hennar Maríu og hringdi í Rán. Hæ, ertu búin að sjá þetta á Facebook? Já, þetta með Bygga. Hver er ekki búin að sjá það? Ætla að fara? Ég mætti það aldrei. Þú ert heima jarðhæðasni. Fóruð út í gluggann. Já, fattaði það ekki. En í hverju er ég að fara? Komdu bara til mín, ég lána þér eitthvað. Ok, en ætlarðu að fara? Já, en ég þarf samt að fara snemma því að ég á eftir að læra undir samfélagsfræðiprófi. Já, ok, það er alltaf leið sko, við fyrir bara snemma. Hvernig ætlarðu að fara? Bara svona 12 eða eitthvað. Já, ok. Hvernig ferðu? Ég fer á vespunni minni. Já, ok. En Stjúp bara að koma heim svo ég verði eiginlega að fara. En við sjáumst í kvöld. Já, bye. Sigrún sá hann á Facebook að ég var öll í þessa grúppu svo Stjúpa var alltaf að koma ný verk svo ég kæmist ekki. Þú þarft að ryksa allt húsið 3 sinnum á meðan ég fer með stelpunni að þetta partí. Ég hélt að vera búin að gera verkin í dag. Ekki annað orð, Öskubuska. Þegar hún var farin tók ég pening og fór út um gluggann því Stjúpa læsir alltaf hurðunum. Áður en ég fór sett ég sjálfvirku ryksugan í gang svo hún myndi ryksa alla íbúðina. Þegar ég var komin til Ránar vorum við fljótar að undirbúa okkur og svo fórum við á vespuna hennar. Ég legg af stað klukkan 12 og ef þú verður ekki komin út þá verður bara að koma þér heim sjálf. Ok, ég var alveg komin fyrir það sko. Þegar ég labba inn sé ég stelpuhóp og Bygga á hurðinni en henni finnst þetta frekar óspennandi. Ég sé að systurnar eru þarna og svo sé ég Stjúpu líka út í horni. Leið og ég leita aftur á Bygga leita á mig. Við stóðum bara þarna og störðum á hvort annað. Shit, þetta var svo vandræðalegt maður. Ég hljóp inn á bað og fékk mig að drekka. Þegar ég labbaði út var hann fyrir utan. Hæ. Hæ. Þetta skemmtaði vel. Já. Viltu eitthvað að drekka? Nei, ég þarf ekkert sko, ég er ekkert fyrst. En takk samt. Eitthvað með þér? Ekkert alltaf sko, en kemur út. Það er svo ógeðslega mikið læti í minni. Já, ég kem út. Og svo fórum við út og við spjöllum allt kvöldið allt og það var ótrúlega gaman. En svo leit ég á klukkuna og hún var alveg 12:30 svo ég varð að fara. Nei, þetta var að fara! Hæ, af hverju? Ég ætti að fara hjá vinkonunum með klukkan 12 og hún er pottitt farin. Ég sko skurtlaði. Nei, það er bara að stað sko. En svo ég bara að stað. Ég rétt með Rán og við fórum bara heim. Sem betur fyrir voru Stjúpa, María og Sigrún ekki komnar heim svo við fórum bara að sofa. Daginn eftir fór ég í skólann og þá voru allir að tala um að Byggi og fundi eitthvað síma og að ætla sér að finna stelpunni sem ætti hann. Svo á matsalnum fórum upp á svið og spurði hver ætti hann að síma. Auðvitað stóðu flesta stelpunir upp en enginn fór að geta opnað símann því að það var eitthvað lokkód á honum. Auðvitað vissi ég strax að þetta var síminn minn en ég vildi ekkert vera að standa upp og gera eitthvað mikið mál úr þessu. Þegar hann var alveg að gefast upp og búinn að lofa ótrúlega mörgum stelpum að reyna að komast inn í símann, þá leit hann á mig. Hei, ég fann símaðinn. Og við erum búin að vera saman síðan.